Í þessu myndbandi ætlum við að gæjast inn í umhverfi Erasmus Plus, mennta, æskulýðs og íþróttaáætlunar ESB sem hóf göngu sína árið 2014. Markmiðið er að gefa innsýn í þau tækifæri sem felast í áætluninni. Vinsamlegast athugið að glærurnar eru númeraðar. Sjá hér efst upp í horninu. Ef þú ert með spurningu sem að tengist efni glæru, til dæmis á vefstofu eða ætlar að senda okkur post á erasmusplus@rannís.is, vísaðu þá í númer glærunar þegar þú hefur skrifað spurninguna niður. Ísland á aðild að áætluninni í gegnum EES-samninginn og hefur tekið þátt síðan 1992 eða í rúm 20 ár. Á því tímabili hafa 27.000 Íslendingar tekið þátt í verkefnum. Samfélag okkar hefur orðið fyrir jákvæðum áhrifum vegna þátttöku Íslands í Evrópusamstarfi. Þátttaka í mennta, menningar, rannsóknar og þróunarsjóðum ESB hefur stuðlað að því að umhverfið í þessum geirum hefur tekið miklum breytingum á síðastliðnum 20 árum. Ólíkt forvera sínum tekur Erasmus Plus til allra skólastiga, leik-, grunn- og framhaldsskóla, starfsmenntunar, háskóla og fullorðinsfræðslu. Rannís stýrir menntahluta Erasmus Plus og sinnir einnig kynningarmálum fyrir íþróttahlutann. Evrópa unga fólksins sér æskulýðshlutann. Áætlunin er að mestu dreifstýrð sem þýðir að umsóknir eru sendar til landsskrifstofu, til dæmis Rannís á Íslandi, en vissir hlutar eru miðstýrðir sem þýðir að umsóknir eru sendar til Brussel. Á 7 árum á að úthluta 15 milljörðum evra eða rúmlega 2100 milljörðum íslenskra króna til samstarfs á sviði menntunar, æskulýðsmála og íþrótta. Þetta er mikil hækkun frá fyrri áætlun og felur í sér aukna möguleika. Á þessu tímabili er gert ráð fyrir allt að 4 milljónir Evrópubúa verði á faraldsfæti. Þróunar- og samstarfsverkefni verða talin í þúsundum og munu ná til fjölda fólks alla Evrópu og í mörgum tilvikum einnig til landa utan Evrópu. Ísland nýtur smæðarinnar þegar að kemur að fjárveitingu úr áætluninni. Rúmlega 5,6 milljónir evra eða 800 milljónir íslenskra króna á núverandi gengi eru til úthlutunar árið 2016. Markmið Erasmus Plus er að styðja við stefnu Evrópusambandsins til ársins 2020. Erasmus Plus styður í fyrsta lagi við framtíðarstefnu Evrópusambandsins vöxt og þróun til ársins 2020. Sú stefna ber heitið Europe 2020. Í stefnunni er í fyrsta sinn í sögu sambandsins sett fram skýr markmið menntun og þjálfun sem eiga að stuðla að efnahagslegum vexti, félagslegu réttlæti og nýsköpun. Markmið Europe 2020 tengd menntun og þjálfun eru þríþætt. Hlutfall útskrifaðra úr háskóla, brotthvarf úr framhaldsskólum og ráðningarhæfni nýútskrifaðra. Erasmus Plus áætlunin á einnig að styðja við stefnu Evrópusambandsins menntun og nýsköpun, Education and Training 2020. Þar eru sett fram 4 markmið áherslur í menntun. Þegar unnið er umsókn, sérstaklega stærri verkefna, er mikilvægt að kynna sér þessi markmið og útskýra í umsókninni hvernig verkefnið gæti lagt sitt af mörkum við að ná þeim. Þátttökulönd í Erasmus Plus eru 33. Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA-löndin Ísland, Noregur og Liechtenstein, Tyrkland og Makedónía. Öll löndin eru jafn rétthá. Það skiptir ekki máli hvort þátttökuland stendur innan eða utan Evrópusambandsins. Þannig geta íslenskir þáttakendur farið í tvíhliða samstarf við lönd utan ESB, svo sem Noreg og Tyrkland. Þetta á líka við í stærri samstarfsverkefnum þar sem minnst 3 lönd verða að taka þátt. Það skiptir ekki máli hvort löndin eru í Evrópusambandinu eða ekki. Í stærri samstarfsverkefnum geta þáttakendur einnig verið frá löndum utan Evrópu, ef sýnt þykir að þáttaka þeirra auki gæði verkefnisins. Sú nýbreytni er í Erasmus Plus að einungis lögaðilar geta sótt styrki úr áætluninni.
en áður gátu einstaklingar sótt styrki úr ákveðnum hluta áætlunarinnar. Umsækjendur geta verið menntastofnanir og aðrir sem sinna menntun eða koma að þróun menntunar á öllum skólastigum, allt frá leikskólastigi til fullorðinsfræðslu. Hér eru tekin nokkur dæmi aðila sem geta sótt styrk, en þessi listi er ekki endanlegur. Þó verkefni sem styrkt af Erasmus+ þurfa að tengjast áherslum Evrópusambandsins í menntun, er töluvert svigrúm fyrir landskristofu Erasmus+ að setja sér sínar eigin áherslur og tengja markmið áætlunarinnar við markmið innlendra menntaryfirvalda. Landskristofa Erasmus+ hefur sett sér markmið til næstu 7 ára sem tengjast beint markmiðum stjórnvalda áherslur í menntun. Með þátttöku í Erasmus+ leggur landskrifstofan áherslur á að þátttaka í evrópsku samstarfi verði markviss og að skýr tenging sé á milli verkefna sem sótt er styrk fyrir og stefnu einstakra skólastofnana og ekki síður við stefnu stjórnvalda. Þematísk viðfangsefni sem að sérstök áhersla er lögð á eru læsi og stærðfræði, vinna gegn brotthvarfi og stuðla að aðlögun allra nemendahópa. Árið 2016 leggur Evrópusambandið sérstaka áherslu á að fá umsóknir í alla flokka sem að snúa að aðlögun hópa eins og innflytjenda og styðja við aðlögun allra nemendahópa. Skilvirkara skólasamstarf, samfella í milli skólastiga, kennaramenntun, sveigjanlegra skólasamstarf, gæði og nýsköpun í skólastarfi á öllum skólastigum. Landsskrifstofan leggur sömuleiðis áherslu á þátttöku sem flestra stofnana á mismunandi skólastigum. Þannig reynir landsskrifstofa að skipuleggja kynningarstarf sitt land allt út frá því hvar minnst þáttaka hefur verið. Landsskrifstofa leggur einnig áherslu á samstarf milli skólastiga og samstarf skóla og atvinnulífs. Lögð er áhersla á að kynna tækifæri innan Erasmus+ fyrir einstaklingum með sérþarfir eða fötlun ýmiss konar. Erasmus+ greiðir viðbótarkostnað vegna sérþarfa og eða fötlunar þátttakenda. Síðast en ekki síst leggur landsskrifstofan áherslu á gæði umsókna og framkvæmd verkefna. Sérstök áhersla er lögð á gæði í nemenda og starfsmannaskiptum, til dæmis varðandi staðfestingu náms, starfsnáms eða þjálfunar erlendis. Snúum okkur núna að skipulagi Erasmus+. Hvernig er áætlunin uppbyggð? Einföldun var lykilhugtak við þróun Erasmus+ áætlunarinnar þar sem að 7 menntaáætlanir voru sameinaðar í eina. Verkefnaflokkum var einnig fækkað. Í menntahlutanum eru 3 flokkar, en það eru fyrst og fremst fyrstu 2 flokkarnir sem að flestir nýta sér. Flokkur 1 er nám og þjálfun fyrir nemendur og starfsfólk. Þetta er sá hluti sem að flestir kannast við og hafa nýtt sér. Hér er í boði ferða- og uppihaldstyrkir fyrir starfsmenn og nemendur. Flokkur 2 eru stefnumiðuð samstarfsverkefni með þáttökum minnst 3 landa. Þetta geta verið stór eða smá verkefni í 2 til 3 ár. Til viðbótar er sérstakur flokkur stuðning við stefnumótun sem er einkum ætlaður fyrir stjórnvöld til samstarfs tiltekin forgangsatriði í þróun evrópskra menntakerfa. Önnur nýbreytni og einföldun felst í fjármálastjórnun verkefna, en í Erasmus+ er fjármagnið útlitað eftir svokölluðum einingum eða unit costs, sem eru fastar upphæðir, svo sem vegna ferðakostnaðar, uppihalds eða starfsmannakostnaðar í stærri verkefnum. En skoðum við nú hvert flokk fyrir sig. Mesta fjármagninu er varið í nám og þjálfun, eða 63% af heildarfjármagni Erasmus+. Nám og þjálfun er fyrir nemendur á háskólastigi og í starfsmenntun og starfsfólk í menntun á öllum skólastigum. Skólar, fyrirtæki og stofnanir sækja styrk fyrir sitt fólk.
Hér sjáið þið þann fjölda þátttakenda sem gert ráð fyrir að muni njóta styrkja úr áætluninni á næsta 7 ára tímabili. En hver eru tækifærin innan þessa flokks? Nám og þjálfun. Byrjum á starfsfólki. Nám og þjálfun veitir starfsfólki og kennurum á öllum skólastigum, leik-, grunn- og framhaldsskólum og þar með talið starfsmenntaskólum, fullorðinsfræðslu og háskólastigi, sem og starfsfólki fyrirtækja og stofnana sem að starfa að menntun, til dæmis fyrirtæki sem að sinna nemum og annarri mennta- og þjálfunarstarfsemi, tækifæri til að fara utan til að sinna gestakennslu í samstarfsskóla, fyrirtæki eða stofnun í Evrópu, eða starfsþjálfun ýmiss konar, svo sem þátttöku í fagtengdum námskeiðum eða vinnustofum eða með starfskynningu. Starfsfólk sækir styrki beint til sinna stofnana. Sveitarfélög geta sótt sambærilega styrki fyrir starfsfólk sem að starfar miðlægt í sveitarfélaginu og sem hefur bein afskipti af skólamálum, svo sem starfsfólk skólaskrifstofa eða fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu. Lágmarksdvöl eru 2 dagar fyrir utan ferðadaga og hámarksdvöl 2 mánuðir. Í þessum flokki eru veittir styrkir vegna ferða, uppihalds og námskostnaðar þar sem að við á. Þá eru það nemendur. Nemendur á starfsmenntabrautum framhaldsskóla og háskólastúdentar geta sótt styrki til skiptináms eða starfsþjálfunar í þátttökulöndum Erasmus+. Nemendur eins og starfsfólk sækja beint styrki til sinna stofnana. Reglur dvalarlengd eru örlítið mismunandi eftir því hvort er að ræða nemendur á starfsmenntabrautum framhaldsskóla eða háskólastúdenta. Þannig geta nemendur í starfsmenntun farið erlendis í skipti eða starfsnám í 2 vikur til 12 mánuði. Háskólastúdentar geta hins vegar farið í skiptinám í 3 til 12 mánuði eða starfsnám í 2 til 12 mánuði. Báðir nemendahópar geta svo farið í starfsnám erlendis eftir útskrift í 2 til 12 mánuði. Þetta er nýjung innan áætlunarinnar. Í þessum flokki eru veittir styrkir vegna ferða og uppihalds. Nemendur í starfsmenntun geta einnig sótt styrk til tungumálaundirbúnings. Stofnanir fá 350 evrur í umsýslustyrk fyrir hvern þáttakanda. Landsskrifstofa Erasmus+ leggur mjög ríka áherslu á gæði í nemendaskiptum. Þannig er lögð mikil áhersla á að stofnanir vandi umsóknarferli styrk og veiti góðan stuðning áður en nemandi heldur utan til dvalar. Sú breyting var gerð með Erasmus+ að styrkir eru greiddir út sem fastar upphæðir eða einingarverð. Það sama á við styrk vegna ferðakostnaðar. Árið 2016 er gerð sú breyting á reglum að stofnanir í löndum sem eru skilgreind sem Outermost Regions, þetta eru Ísland, Kýpur, Malta og Grikkland og nokkrar fyrrum í nýlendur, nokkra Evrópulanda, geta sótt að allt að 80% af raunkostnaði vegna ferðalaga sé greiddur. Þessi breyting nær til íslenskra stofnana sem taka þátt í Erasmus+, en ekki til allra, heldur eingöngu stofnana utan höfuðborgarsvæðisins, svo sem á landsvæði þar sem að samgöngur til alþjóðaflugvallar eru kostnaðarsamar eða vegalengdir langar. Íslenskir þáttakendur sem eru í samstarfi við stofnanir í þáttökulöndum sem eru í afskekktari byggðum og samgöngur eru kostnaðarsamar, svo sem í Norður Finnlandi eða Norður Noregi, geta einnig sótt að alltaf 80% af raunkostnaði sé styrktur. Ef stofnun veit hverjir samstarfsaðilar eru á þeim tíma sem sótt styrk, þarf hún að áætla hver mögulegur raunkostnaður er við ferðalög og kanna þau verð og sækja viðbótarstyrk vegna þessara ferðalaga undir liðnum Exceptional Cost. Hafið samband við landsskrifstofu til að fá ráðleggingar ef þið ætlið að notfæra ykkur þennan valkost í umsókn. Fáist styrkur vegna viðbóta ferðakostnaðar þarf að gera grein fyrir honum við uppgjör verkefnis og skila inn afritum af reikningum.
Verkefni sem styrkt eru undir flokknum nám og þjálfun geta verið mjög fjölbreytileg, sérstaklega verkefni tengd þjálfun starfsfólks á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi og í fullorðinsfræðslu. Áherslur verkefna verða að tengja starfsþróunaráætlun og stefnu skóla eða sveitarfélags. Þannig gætu verkefni leikskóla, skóla og framhaldsskóla til dæmis tengst umhverfismennt, upplýsingatækni, fjölmenningu, tungumálum, brotthvarfi, einelti, lestri, stærðfræði, gæðamálum og fleiru og fleiru. Verkefni fullorðinsfræðslu stofnana geta til dæmis snúið að þróun námskeiða, kennslufræði, tungumálakennslu innflytjenda, grunnfærni og kennslu fatlaðra einstaklinga svo eitthvað sé nefnt. Kennarar geta einnig farið og kennt við samstarfsskóla í allt að 2 mánuði. Nemendur í starfsmenntun fara flestir utan í starfsnám. Það er til að taka hluta af starfsþjálfun sinni á vinnustað. Þeir geta hins vegar líka stundan nám við samstarfsskóla í öðru landi í 2 vikur eða lengur. Algengt er að nemendahópar fari í slíkar ferðir, svo sem nemendur á starfsnámsbrautum eða ákveðnu fagsviði. Lítum þá á hinn meginflokkinn. Samstarfsverkefni. Samstarfsverkefni eru verkefni sem eru unnin í samstarfi 3 eða fleiri landa. Í einstaka tilvikum, svo sem í skólaverkefnum og svæðisbundnum samstarfsverkefnum sveitarfélaga, svokölluðum regíóverkefnum, þurfa þáttakulönd eingöngu að vera 2. Sótt er styrki til samstarfsverkefna til landskristofu í heimalandi sem fær úthlutað ákveðnu fjármagni árlega fyrir hvert skólastig. Uppbygging samstarfsverkefna er eins fyrir öll skólastig og er markmið þeirra þríþætt. Stuðla að nútímavæðingu evrópsks menntakerfis, auka gæði í menntun, þróun nýjunga og yfirfærsla þekkingar. Til viðbótar veitir Erasmus+ styrki til stærri samstarfsverkefna sem geta kostað alltaf 1 milljón evra. Þau verkefni snúa að eflingu samstarfs atvinnulífs og skóla, svo sem með þróun náms innan ákveðina starfsgreina og hins vegar að eflingu samstarfs háskóla og atvinnulífs. Sótt er þessi verkefni til Brussel. Að lokum styður Erasmus+ e-twinning, rafrænt skólasamstarf. Innan e-twinning geta skólar unnið saman rafrænt að þematískum verkefnum milli landa. Sérstök áhersla er innan Erasmus+ að styrkja tengsl e-twinning við framhaldsskóla. Sérstaklega starfsmenntaskólana, en yfir 1000 íslenskir kennarar á leik- og grunnskólastigi hafa til þessa tekið þátt í e-twinning samstarfi. En hvers konar verkefni eru samstarfsverkefni? Eins og áður sagði, miða fjölþjóðleg samstarfsverkefni að því að nútímavæða evrópsk menntakerfi, auka gæði menntun, þróa nýjungar og yfirfæra þekkingu. Samstarfsverkefni eiga sömuleiðis að styðja við markmið ESB í menntun og fyrir hvern umsóknarfrest eru skilgreind sérstök forgangsatriði, bæði fyrir hvert skólastig fyrir sig og einnig þvert á skólastig. Þau eru til dæmis efling læsis og starffræði á skólastigi. Forgangsatriði þvert á skólastig eru til dæmis efling grunnfærni og notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Þetta eru einungis dæmi, en lista yfir forgangsatriði er hægt að finna í handbók Erasmus+ sem er að finna á heimasíðu landskristofunnar. Allar umsóknir verða að passa við að minnstakosti 1 forgangsatriði á ákveðnu skólastigi eða forgangsatriði sem er skilgreint þvert á skólastig. Samstarfsaðilar þurfa að vera að minnstakosti frá 3 þáttakulöndum og 3 stofnunum. Eins og áður sagði er undantekningin frá þessari reglu í skólaverkefnum og samstarfsverkefnum sveitarfélaga þar sem aðeins 2 þáttakulönd er lágmarkskrafa. Engin takmörk eru að hámarksfjölda þátttökustofnana eða landa. Samstarfsverkefni geta varað í 24 til 36 mánuði.
Hægt að sækja styrk allt að 150.000 evrur á ári en það ekki algengt að sótt sé hámarksupphæð. Hægt að sækja styrki fyrir umsýslu verkefnis og dreifingu niðurstaðna, ferðum og uppihaldi vegna verkefnisfunda, starfsmannakostnaði og námskeiða eða ráðstefna til að dreifa niðurstöðum. Umsókn sendin rafrænt og metin í landi umsækjanda. Allar umsóknir eru metnar af 2 utanaðkomandi matsmönnum. Samstarfsverkefni geta verið ólík að stærð og áherslum. Nýtt árið 2016 áhersla á að samstarfsverkefni geti annaðhvort stuðlað að nýsköpun með þróun eða yfirfærslu nýrra leiða eða aðferða í menntun og auka gæði í menntun, svo sem með þróun formlegs samstarfs eins og til dæmis þróun sameiginlegra námsleiða eða námskeiða. Eða fyrst og fremst miðað að því að skiptast á reynslu og þekkingu og hafa þannig að meginmarkmiði að búa til og efla fjölþjóðleg samstarfsnet og auka samstarfshæfni á alþjóðlegum vettvangi, svo sem innan einstakra starfsgreina. Nýsköpunarverkefni eru stærri en samstarfsverkefni sem að miða fyrst og fremst að því að skiptast á reynslu og þekkingu sem helgast fyrst og fremst að því að innan nýsköpunarverkefna áhersla á þróun afurða og kallar frekar á starfsmannakostnað. Í ljósi atburða síðastliðins árs í Sýrlandi og auknum fjölda flóttamanna í Evrópu var ákveðið að bæta við 9 forgangsatriði fyrir samstarfsverkefni árið 2016. Þannig sérstök áhersla lögð á að fá verkefnisumsóknir sem að snúa aðlögun og virkri þátttöku jaðarhópa, sérstaklega flóttafólks í menntun og þjálfun á öllum skólastigum. Markmiðið að vinna gegn fordómum og félagslegri einangrun í samfélaginu, sérstaklega ungs fólks og flóttamanna. Eins og áður sagði geta viðfangsefni samstarfsverkefna verið fjölmörg og fjölbreytileg. Hér eru nokkur dæmi. Verkefni sem að stuðla að því að þróa, prófa eða taka í notkun nýjungar eða nýjar aðferðir á sviði menntunar, náms eða starfsráðgjafar eða þjálfunar á vinnustað. Verkefni sem að stuðla að því að viðurkenna og meta þekkingu, hæfni og færni sem einstaklingar hafa aflað sér með formlegum eða óformlegum hætti, svo sem frekari þróun raunfærnimats. Samstarf sveitarfélaga og skóla sem stuðla að þróun nýrra aðferða, yfirfærslu við að mæta ólíkum þörfum nemendahópa. Samstarf sveitarfélaga, skóla og fyrirtækja sem stuðla að þróun samstarfs starf að loknu námi. Verkefni sem hvetja til frumkvöðlastarfsemi. Þriðji verkefnaflokkurinn stuðningur við stefnumótun. 4% af fjármagninu í menntaluta Erasmus+ verður varið til verkefna á sviði stefnumótunar í menntun. Fjármagninu sem hér ræðir einkum ætlað að styðja við þátttöku stjórnvalda í stefnumiðuðu samstarfi við menntayfirvöld í öðrum þátttökulöndum Erasmus+ í gegnum svokallað Open Method of Coordination. Fjármagninu sömuleiðis ætlað að styrkja við þróun nýrra samevrópskra verkfæra, samstarfsnet og menntarannsóknir. Þá einnig veittir styrkir til að styrkja aðkomu atvinnulífs að menntun, svo sem í tengslum við starfsnám nemanda í starfsmenntun. Umsóknarfrestir ekki fastir, heldur dreifast yfir árið. Umsóknir sendar inn rafrænt til Brussel þar sem þær metnar og þaðan sem styrktum verkefnum stýrt. Hægt að fylgjast með umsóknarfrestum á heimasíðu Education, Audio, Visual and Culture Executive Agency, sem stjórnsýslustofnun á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Umsóknarfrestir 2. febrúar fyrir nám og þjálfun og 31. mars fyrir samstarfsverkefni. Athugið að fresturinn rennur út klukkan 11 að morgni þann 2. febrúar
og klukkan 10 að morgni þann 31. mars. Við mælum mjög eindregið með því að umsóknum sé ekki skilað á síðustu stundu. Bæði geta komið upp vandræði í umsóknarkerfinu vegna álags og ef einhvað kemur upp á í sjálfri umsókninni þá engin tími til að lagfæra það. Sendið helst umsóknir deginum fyrir umsóknarfrest eða fyrr. Nánari upplýsingar síðan hægt að fá með því að hafa samband við Landsskrifstofu Erasmus+.